Hjá Samtökum iðnaðarins þá höfum við unnið og sett upp sérstakan vettvang með gæðastjórum hjá fyrirtækjum í okkar röðum til þess að efla þá og til þess að styrkja þá í sínum störfum hvað þetta varðar. Og við finnum mjög bæði áhugann og metnaðinn en líka bara árangurinn af því hvernig svona vitundin forvarnir hefur breyst mjög á síðustu árum og áratugum. Við sjáum til dæmis góðan árangur við byggingu Eddu, hús íslenskunnar, en þar var ákveðið ferli sem að miðaði því að draga úr slysum og auka öryggi á vinnustað. Og þetta skilaði því að við byggingu þessa mannvirki sem að tók nokkur ár, sú framkvæmd, að þar urðu engin slys. Það þarf aukna fræðslu þannig að fyrirtækin og starfsmenn kannski átti sig aðeins betur á því hvað hægt að gera og hvað þarf að gera til þess að ná árangri á þessu sviði. Já, öryggismenningin að breytast og vera sterkari og við finnum það bara hvernig fyrirtækin leggja meiri áherslu á þetta í sínum störfum, setja auðvitað upp gæðakerfi, eru með gæðastjóra og ferla til þess að ná betur utan þessi mál. Tækifærin eru mikil þegar kemur að menntakerfinu og þar með því að flétta umræðu öryggismál og forvarnir inn í námsefni, þá hægt að ná betri árangri í framtíðinni. Menntakerfið uppspretta og þar þarf að setja þessi mál á oddinn. Hvað sjávarútveg varðar þá erum við að sjá árangur í því að við sjáum fækkun slysa og sérstaklega alvarlegra slysa, bæði til sjós og í landi í vinnslum. Þannig að þar mælum við að sjálfsögðu árangurinn. Ég held að vitund fólks mikilvægi öryggis sé alltaf að aukast og það líklega vegna þess að samskiptamáti orðinn miklu fjölbreyttari. Þetta ekki þannig að þetta í einni þykkri handbók sem að staðsett á skrifstofu fyrirtækisins, heldur hægt að fara að nýta alls konar nýja miðla til þess að koma öryggismálum og öryggisreglum og stefnum á framfæri við starfsmenn og þar með að koma þessu betur inn í vitund og menningu fyrirtækisins og inn til allra starfsmanna. Ég held að stærsta áskorunin, ef ég horfi sérstaklega á sjávarútveg, þá finnst mér áskorunin liggja í kannski tveimur þáttum. Í fyrsta lagi fleygir tækninu þetta fram bara í starfseminni. Það eru ný skip, ný tækni á sjó, mikil hátækni vinnsla borð, í landvinnslu í landi, þannig að það þýðir breytingu starfa. Og við breytingu starfa þá verður maður meðvitaður að það felur líka í sér áhættu þá mögulega aukin slys. Þannig að þetta áskorun til framtíðar litið að passa upp á það að fræðsla til starfsfólks og samtali við starfsfólk þegar að tækninni fleygir fram að störfin breytist, að okkur takist að láta þetta vinna saman. Hinn þátturinn síðan kannski hvað varðar bara fjölbreytileika starfsfólks, að mæta starfsfólki þar sem það og sérstaklega hvað landvinnslu varðar. Það eru tugir þjóðerna inn í fiskvinnslu sem dæmi.